Já, ég kann að lesa. Þótt ég sé kona. Lestur á bókum Halldórs Laxness var óvænt í fréttum í vikunni og til að ræða það mál hingað komin stjórnmálafræðingurinn Ólöf Þ. Harðardóttir. Ertu velkomin, Ólöf. Takk í þig og svar við fyrstu spurningunni þinni. Já, ég kann að lesa. Þótt ég sé kona. Það var ekki fyrsta spurningin, en bara takk fyrir að koma. Við vildum vita hvað þætti þetta Laxness-mál. Einmitt, sko ég las Íslandsklukkuna eftir Laxness og eftir á að hyggja þá hefði ég bara viljað sleppa því. Ok, var það út af einhverju pólitíkin eða hvað var málið? Já, þetta tók bara svo langan tíma. Þetta voru alveg bara fleiri blaðsíður og ég þurfti að færa augum frá vinstri til hægri alveg aftur og aftur og aftur og ég var bara alveg búin á því og þú veist, lærði ég ný orð? Já. Þú veist, var ég alveg uppfull af innblæstri? Já. En var ég þreytt í augunum á heilanum? Já. Fyrst og fremst og þess vegna þetta bara eina í rétta stöðuna að bara hætta að kenna þetta, sko. Og ég líka með fleiri hugmyndir. Þú veist, það mætti hætta að kenna til dæmis íþróttir. Ég verið alltaf mjög þreytt eftir íþróttir. Þú veist, það verið hægt að fara bara kannski bara hver stal kökunni í krúsinni í gær eða eitthvað þannig, bara, þú veist. Já, ok. Þetta er gott, en finnst eins og sé smá misskilningur, sko þau eru ekki hægt að lesa yfir höfuð, þau bara hægt að lesa Laxness, þau eru ennþá að lesa alls konar bækur, Ungfrú Ísland, Eyland. Oh my god, sorry, ég sofnaði. Vá hvað það var þreytandi, maður. Sko, alveg drep. Var þetta jafn þreytandi á Laxness? Já, eiginlega bara leiðilegra, sko. Skulum þakka Ólöfu Þ. Harðar fyrir komuna. Takk fyrir þessa greiningu, Ólöf.